Jæja, góðan daginn og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Þið vitið hvað er að fara að gerast. Ég, Birna Rún Eiríksdóttir, sem að verð kynnirinn ykkar á Íslensku vefverðlaununum, ætla að segja ykkur nú hver eru tilnefnd til Íslensku vefverðlaunanna 2025. Það er nóg framundan, þetta eru 16 flokkar, þannig að við ætlum ekki að vera eitthvað allt og mikið að bíða. Ég veit þið eru spennt. Það eru samankomnir hérna bak við einhverja skjái út allt land, hinnir ýmsu nördar, kynþokkafullir nördar hér og þar út allt, sem eru spennt og spenntir og spenntar að fá að heyra hvort þau verið tilnefnd. Ég held að við ætlum bara að demba okkur í þetta og geyma grínið aðeins þangað til ég sé ykkur síðan á vefverðlaununum, sko. Vefverðlaununum, hvernig veistu ykkur ég segja þetta? Við ætlum að fara beint í tilnefningar og við byrjum á appi ársins. En tilnefnd í flokknum app ársins eru Happ app, Íslandsbanka appið, Lestrar appið Undralingur og Nova appið, en líka eitt annað, nýtt app fyrir te og kaffi. Já, þetta kom svona aukalega hjá mér eftir á. En til hamingju, þetta er allt frábæra upp, nota hellinga af þessu, dýrka þetta allt. Við förum beint í næsta tilnefningu sem er efnis og fréttaveita. Efnis og fréttaveita. Sko þið finnið það, þetta eru mörg ný orð fyrir mér. Þið heyrið það og þið finnið það. Og ég er að gera mitt besta, þið vitið alveg hvað ég er að tala um, þannig að þið getur bara hlegið af mér þegar ég er að ströggla. En við erum að fara sérst í efnis og fréttaveitu og tilnefnd í þessum flokki eru CO2 sem að ég ætla að kynna mér áður en ég hitt ykkur. Það er Íslandvefur verkfræði Íslandvefur verkfræðingafélagsins Ísland. Til hamingju. Það er nýr vefur kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Það er nú, ég kannast við það. Svo er nýr vefur sjúkraliðafélag Íslands og það er nýr vefur úrvinnslusjóðs. Ok, þetta er tungubrjótur. Ég er að hitna, þið eru að hitna, við erum saman í þessu hérna. Næsta tilnefning, númer 3, flokkur, ferðaþjónustu vefur ársins. Þeir eru nú mikilvægir og fyrsta tilnefningin er ný forsíða icelandair.com, frábær forsíða. Það er nýr vefur karental.is, það er nýr vefur Íslandsstofu Inspired by Iceland og nýr vefur Key to Iceland. Það er líka nýr vefur Visit Húsavík. Ég segi bara til hamingju. Næsti flokkur, það er fyrirtækjavefur ársins lítil fyrirtæki. Ægilega lítil fyrirtæki. Nú væri ég á eitt pínlítið fyrirtæki, en ég get alveg sagt ykkur að ég gæti ekki verið tilnefnd. Ég er með ljótan vef. En kynningavefur Lestrarapps. Það er nýr vefur Don Drinks, það er Okkar heimur, vefur Nordkelp, vefur Verkfræðingafélag Íslands. Og þar með eru allir taldir. Það kom svona svo að væri að koma eitt auka, það kom ekki. Ég sé alltaf eitt í einu, bara svo vitið það. Þannig að ég verð stundum hissa þegar þetta er komið, en til hamingju, þetta var frábært. Tilnefningar fyrir fyrirtækjavef ársins, meðalstór fyrirtæki. Nú förum við í millistærðina og þar eru nokkur fyrirtæki sem ég er að reyna. Þið veit að það getur allt gerst svona í beinni. Það getur allt gerst í beinni og þetta er komið. Það er nýr vefur Ergo, nýr vefur Hugsmiðjunar, nýr vefur Jökulá og nýr vefur Vettvangs, en líka vefur Tixli. Og þetta voru meðalstóru fyrirtækin og þá erum við komin yfir í fyrirtækjavef ársins stór fyrirtæki. Jæja, stóru fyrirtæki, eru þið tilbúin? Já, þetta eru stór fyrirtæki. Þetta er nýr vefur Livju, þetta er sjóvá.is, vefur Eflu, vefur Íslandsbanka, þetta er Dominos.is. Já. Geggjað, til að mikið með það. Við erum að fara í gervigreind ársins.
Gervigreind ársins, ok, það skemmtilegt. Tilnefndar gervigreindur, myndi maður segja gervigreindur, alls ekki held ég. Tilnefndar gervigreindir ársins, myndi ég halda að væri hægt að segja, er Juno, það er notendamiðuð gervigreindar aðstoð á reykjavík.is, Optæs appið, sjálfvirk þýðing á reykjavík.is og að lokum stafrænn ráðgjafi Elko. Innilega til hamingju, kæru gervigreindur. Það er komið að gæluverkefni ársins. Tilnefnd í flokknum gæluverkefni ársins eru, nú reynir á framburð minn alveg virkilega, en sko stafað myndi vera CCRCH, kannski playground, en ég vil að þið leiðrétti mig og ég ætla að koma með réttan framburð á hátíðina sjálfa. Ég er mjög spennt að vita hvernig ég ber fram playground. En svo er það líka favorite.is, það er minna fyrir þig og umhverfið og það er rástímar.is, það er safe space, tækni sem styrkir teymi. Þannig var ég aðeins fyrst á glerunni. Safe space, tækni sem styrkir teymi. Það var að lokum. Ég óska ykkur til hamingju með þessar tilnefningar. Og við erum komin yfir í innri vef ársins. Haldið ykkur fast. Tilnefnd til vefverðlaunanna fyrir innri vef ársins eru HMS byggingaleyfi á Íslandi. Hobla eða Húbla, markastorg með sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Það er nemendagrunnur, nýjar aðildasíður Icelandair Saga Club og nýr þjónustuvefur Terra. Til hamingju. Og þá erum við komin yfir í markaðsvef ársins. Þannig ég nú farin að, þannig skil ég alveg held ég meira, sko. Markaðsvefur ársins, sjáum tilnefnda. Það er Minncross, það er nýr vefur Hugsmiðjunar, nýr vefur Key2 Iceland, það er ræktum vitið, vegir okkar allra. Já, vegir okkar allra, það var síðasta, ég ætla að lesa aftur, það er Minncross, það er nýr vefur Hugsmiðjunar, það er nýr vefur Key2 Iceland, svo er það ræktum vitið og vegir okkar allra. Innilega til hamingju. Við förum í nemendaverkefni ársins. Það er skemmtilegt. Nemendaverkefni ársins eru tilnefningar að koma hjá mér. Svona. Það er, sko, myndi ég segja evently eða evently. Þú veist, er þetta ekki eventar? Evently, já, svona svo tixli. Það er evently, það er Pokédexly, ég held ég væri að fara að segja Pokémon. Pokédexly, er það ekki? Ég er með gott heimi fyrir aftan mig í beinni útsendingu. Þau eru að gefa mig thumbs up. Það er sagnabrunnur. Þarna komið 3 og ég ítreka þið sem að þið með hringi mig og segja mér réttan framburð og ég hlakka til að mæta verðlaunin og svo leiðis koma með réttan framburð, sko. Við erum að fara yfir í opinber vefur ársins. Opinber vefur ársins tilnefnd eru Ísland.is, mínar síður á Ísland.is, nýr vefur Kvikmyndastöðvar Íslands, vefur Akureyrarbæjar og vegir okkar allra. Til hamingju. Við förum í næstu, það er ekki eftir neina að bíða. Við erum komin í samfélagsvef ársins. Og tilnefnd til samfélagsvefs ársins 2025 eru Bleikaslaufan og Mottumars, það er CO2, það er nýr vefur KSI, það er okkar heimur, það er einnig verður heimurinn betri.
til hamingju. Og okkur gengur rosalega vel. Við erum komin í stafræna lausn ársins. Þetta, já, hann er þetta komið. Þetta eru aðeins lengri titlar. Við hendum okkur í þetta. Það er Juneo sem er stafræn lausn í sjúkraþjálfun. Það er grunnur hugbúnaðarlausn fyrir fullbúna þjónustuvefi. Það er lestrar upplifun undralings og takk-appið sem er vildarkerfi Haga. Það er líka umsóknarkerfi Íslands.is eða sko Ísland.is. Skulum hafa þetta algjörlega rétt. Umsóknarkerfi Ísland.is. Og þá erum við bara komin lóðbeint yfir í söluvef ársins. Allir sem eru með söluvefi byrja að tromma í borðið núna. Eru þau að koma? Sjáum. Þetta er Heimavörn Securitas, Æsver, nýr alþjóðlegur söluvefur, nýr vefur Livju, nýr vefur Subway, söluflæði farsímaþjónustu Nova með eSIM, söluvefur Orkureitsins. Ég segi bara innilega til hamingju með það. Og drífum við beint yfir í tækni nýting ársins. Nú skulum við sjá hver eru að nýta tæknina til fulls. Er þetta ekki það? Snýst þetta ekki um það? Eða ekki? Já, það eru fleiri thumbs up. Það er Húbla, markaðstorg með sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Þau eru að nýta tæknina vel greinlega og líka hönnunarkerfi Íslandsbanka. Það er einnig takk-appið, vildarkerfi Haga. Það er Silva, þín heilsa, þín sýn. Og það er vefur Íslandssjóða. Ég hlakka rosalega til að sjá ykkur í Silfurbergi Hörpu þann 27. mars næstkomandi, þar sem að við ætlum að fagna. Þetta er uppskeruhátíð, við ætlum að fagna hvort öðru, vera innblásin og heyra mig flytja alla titla og öll nöfn rétt fram. Ég hlakka mjög mikið til þess. Þetta er klukkan 6 í Silfurbergi, eins og ég sagði. Það getur ekkert klikkað. Drífið ykkur inn á Tix, sjáumst, það verður brjálastuð. Gerum þetta skemmtilegt.